Komið þessar aftur. Eitt af því sem gerist á nýju ári að skólar fara af stað á nýjan leik. Nýjar námsannir hefjast í skólum og menntastofnunum og ég held að símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar sé engin undantekning í því og ég þess vegna komin til mín 2 fulltrúa frá Símey, Kristín Björk og Valgeir. Velkomin. Takk. Takk fyrir það. Árið 2017, nýtt ár, nýjar áskorun eða ekki? Er framöndan á ykkur? Nei. Það eitt og annað framöndan hjá okkur og bara mikið að tækifærum fyrir fólk og fyrirtæki hér á svæðinu að nýta sér. Bæði það við erum með mjög spennandi námsleiðir sem að fara af stað hjá okkur, svona nýjar. Þar má nefna til dæmis opna smiðjur í FabLab, textílhönnun. Smiðjurnar hjá okkur hafa verið að ganga mjög vel. Þetta 80 stunda nám sem við höldum í samstarfi við Verkmenntaskólann og fleiri aðila og að skila fólki bara mikilli svona verklegri og skapandi þekkingu. Þetta eitt af því sem að fá mjög góðan meðbyr með okkur núna. Svo erum við líka að efla mikið bara fyrirtækisviðið hjá okkur. Við erum að sýna fyrirtækjum frá það að við getum boðið upp á ýmsa þjónustu, við getum þarfagreint vinnustaði, við getum boðið upp á hvers kyns fyrirlestra og námskeið innan vinnustaða bara eftir þeirri þörf sem á hverjum stað. Ráðgjöf við stjórnendur og starfsmenn, bæði námsráðgjöf og líka stjórnendaþjálfun eða markþjálfun fyrir stjórnendur. Það svolítið eitt af því sem við erum að leggja áherslu á þetta, þessi markþjálfun. Það frábært tækifæri. Það nóg framöndan. Sko, nú þekkir fólk svona hefðbundið skólastarf. Það haustón og það vorun og svo kemur sumarfrí og svo byrjar þetta aftur. Allt voðalega hefðbundið, próf og svona. Sko, hvernig þetta á ykkur í símenntuninni? Þú getur borið þetta saman kannski við bara eins og framhaldsskóla. Hver helsti munurinn í skipulaginu? Við erum náttúrulega til svona óformlega kerfi. Við erum svona 5. menntastoðin. Fara framhaldsfræðslan. Mörguleyti þá líkjumst við, en svo höfum við líka svona þessa sérstöðu að geta boðið upp á svona meiri sveigjanleika. Sumt námið okkar með próf en mikið til það ekki. Við erum náttúrulega með námskeið frá að vera 40 mínútum upp í einhverjar 2-3 vikur á og til. Og þannig að fólk getur náð sér í alls konar menntun, reynslu, þekkingu bara á svo margvíslegan hátt. Við erum líka að athuga, við erum líka að tékka gegnum eins og raunfærnimat bara hvaða reynslu hefurðu og hefurðu við aðrir bara gegnum störf og reynslu og lífið. Já, raunfærnimat, fólk þekkir það ekki. Það þá ertu að meta fólk sem hefur verið í starfi. Já, mér finnst það gott að taka dæmið bara húsasmiðurinn sem er búinn að vinna 20 ár við smíðar en hefur ekki farið í skóla til að læra að hann kann auðvitað það sem oft verið að kenna því að ég fer 16 ára inn í framhaldsskólan að læra ísetningu glugga þannig að ég veit mjög mikið húsasmíðar. Þá lærir þetta á 20 ára starfsreynslu. Þannig að við erum svolítið að kanna hvað ertu búin að læra þannig að þú farir á réttan stað síðan inn í skólakerfið. Þannig að fólk að stytta sér leiðina eða við ljúka námi. Var þetta raunfærnimati hjá okkur á árinu 2017 þá verið áhersla í því varðandi sjávarútveginn. Við erum búin að vera með verkefni á Dalvík í samstarfi við Samherja og Fiskiskóla Íslands varðandi raunfærnimati í sjávarútvegi og á Dalvík byrjað nám í fisktækni og stefna okkar núna svo að bjóða upp á sambærilegt á Akureyri. Starfsfólki í sjávarútvegi geti farið gegnum raunfærnimati í fisktækni. Og ef allt gengur eftir það myndum við vilja bjóða upp að nám í fisktækni sem 2 annan nám í samstarfi Fiskiskóla Íslands hér á Eyjafirði, hér á Akureyri. Og þannig að áhersla okkar svolítið með sjávarútveginn og við erum líka að vinna heilmikið með sjómönnum á Íslandi. Við erum að stýra verkefni í samstarfi aðra símenntunarmiðstöðvar varðandi raunfærnimat fyrir sjómenn og það inni nám sem heitir fiskveiðar og það líka 2 ára nám sem mjög tengt sjómannum. Núna verkfall sjómanna og í gangi og við ætlum einmitt að reyna að nýta tækifæri næstu dögum að reyna að halda kynningafundi fyrir sjómenn. Hvetja þá til þess að fara í raunfærnimat, gegnum það fáði svolítið þennan innri vilja kannski til þess að stíga skref í því að bæta við sér menntun og þekkingu og stytta verulega sinn tíma í því að vera í skóla. Þetta er ótrúlega mikið að gerast. Er eitthvað hægt að benda á einn hópa fólki sem sækir til ykkar frekar en annan? Ég ekki viss það lengur. Nei, það margir tengir náttúrulega væntanlega við ykkur þessa háskólabrú sem svona kannski var eða ég veit ekki ykkar kjarnastarfsemi. Þau getur kannski aðeins útskýrt það og svo hvernig þetta orðið í dag. Það hefur bæst mikið við. Okkar hlutverk náttúrulega að hækka menntunarstigið í Eyjafirði og við viljum í dag svolítið ná til fyrirtækja með þetta, efla menntun innan fyrirtækja.
Og varðandi háskólabrúna þá höfum við verið í mjög farsælu samstarfi við Keili í mörg ár varðandi það. Svo datt svolítið niður áhuginn kannski varðandi háskólabrúna en hann kannski að koma svolítið aftur. Og í haust ætlum við að vera með nám í samstarfi við Keili sem heitir Háskólabrú með starfi og þá getur við lokið ígildi stúdentsprófs eða með rétta grunninn í það á með starfi. Þá getur við tekið háskólabrúna með starfi. Og þangað kannski stendur hugur fólk svolítið meira í þetta að gera þetta með starfi heldur en að fara alfarið á vinnumarkaði. Þannig að þetta er mjög spennandi valkosti sem við munum auglýsa vel núna á vorinu. Hrunið lítur að haft áhrif á þetta að fólk fór að sækja meira í nám og náttúrulega var atvinnuleysi jókst og það lítur að hafa erft ykkar háskólapróf, er það ekki rétt? Eins dauð, annars brauð. Er það ekki svo? Þá er brjálæði að gera í okkur. En svo, Það voru eins og púkinn á fjósvögnum, við blésum út í hrunni, sko, það er alveg þannig. Nú kannski komið meiri svona balans á hlutina og svona meira jafnvægi. En svo ganga hlutir alltaf í bylgjum, það er eitt í gangi núna eins og Kristín kom inn á áðan að okkar styrkleiki kannski er þetta að við erum svo sveigjanleg. Við getum alltaf aðlagað okkur þeim þörfum sem eru hverju sinni, við getum breytt náminu okkar og því framboði sem er í gangi. Það er líka styrkleiki í okkar starfsemi að hafa hana sveigjanleika. Nú hafði verið að bjóða fyrirtækjum upp á ákveðna þjónustu og auka samstarf við fyrirtæki. Hvernig hafa viðtökurnar verið hérna á Eyjafjarðarsvæðinu við þessum nýjungum ykkar? Það hafa verið mjög góðar og við höfum verið mjög dugleg núna að heimsækja fyrirtæki á öllu Eyjafjarðarsvæðinu og ætlum að halda áfram núna á þessari önn. Við erum líka að kynna bara svona hvernig fyrirtæki geta betur fjármagnað alls konar nám eða fræðslu og þannig við erum svona áætlun að heimsækja hátt í 100 fyrirtæki sem sagt fari í fyrirtæki og kynna það. Við fengið alveg frábæra viðtökur og fullt af ábendingum. Bara hvað mætti betur fara, hvaða námskeið vilja fá. Þannig að það er ótrúlega dýrmætt fyrir okkur. Getið þið hjálpað öllum fyrirtækjum sem ég sé framkvæmdastjóri hjá bara meðalstóri fyrirtæki hérna í bifvélaverkstæði eða eitthvað. Getið þið gert eitthvað fyrir mig eða? Já, og svo erum við með svona, sko við reynum alltaf að segja já. Já, þetta er engum alveg hvernig það er. Það mestilega þá bara vísið við hvert annað, sko, ef til kemur. Oft erum við líka bara að vísa fólk áfram. Það er ekki alltaf sem að fólk endar hjá Símey. Þú veist, við erum líka, reynum að fylgjast mjög vel með hvað er í gangi í háskólanum, hvað er í gangi í verkmenntaskólanum, hvað er í gangi á Reykjavíkursvæðinu bara í menntun, fræðslu, erlendis. Þannig að við erum líka að vísa í réttar áttir, hvert fólk getur leitað. Eru þið í einhverju alþjóðlegu samstarfi, er gróska í þessu, sko, ef við horfum á þetta bara svona alþjóðlegt, bara á heiminn, er mikið að gerast í þessum málum? Það er mikið að gerast í þessum málum og varðandi raunfærnimati þá er Ísland mjög framalega í raunfærnimati. Það kerfi sem við höfum byggt upp á Íslandi þykir gríðarlega skilvirkt og það er kannski þessi ráðgjöf sem er svo mikil í raunfærnimati að sá sem verið raunfærnimat, starfsmaður í fiskvinnslu er að fara að gera raunfærnimat í fisktækni, hann fær mikinn stuðning frá ráðgjaf allan tíman. Þetta er ekki svona í öðrum löndum. Það er þetta ópersónulegra, þetta er meira eins og stöðupróf og það er mjög mikil áhersla lögð á gæði og við séum að fylgja því gæðakerfi sem er í raunfærnimati og samvinnu við framhaldsskólan og aðra skóla sem koma að raunfærnimati. Þannig að þessi stofnun hlýtur að gegna orðið mikilvægu hlutverki hér á þessu svæði. Já, við viljum það auðvitað og kannski svo gleymum maður sér svolítið, þú veist því að í rauninni erum við alltaf að horfa á persónuna. Þú veist bara hún skiptir þetta mestu máli og tala sko bara út frá nemendanum sjálfum einstaklingnum. Þú veist, það er auðvitað alltaf grunnur og við reynum alltaf að horfa bara út frá hverjum einstakling. Þannig að maður má ekki alveg fara alltaf í víðmyndina, þú veist. Þannig að þú veist, það kemur einstaklingur inn og við erum að hvetja fólk bara að labba inn til okkar. Af því það er alltaf frítt að koma til okkar. Bara fá sér kaffi eða spjalla eða hvað það er. Og svo oft kemur fólk og segir ég hef ekki hugmynd af hverju er ég hérna. Mér langaði bara eitthvað að athuga og það er svo gaman að fá þannig heimsóknir sko. Þá getum við bara sest niður og svolítið rætt. Við erum líka að taka áhugasvisskananir eða bara eiga spjallið. Veist, og stundum skráir fólks í eitthvað, stundum ekki. Það kemur stundum bara aftur eftir 3 mánuði eitthvað. Ég meina það er bara ótrúlega dýrmætt. Sammála því. Frábært, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir okkur. Höldum áfram hérna til skamma stundu. Við ætlum aðeins að brjóta upp þáttinn, við ætlum að skipta yfir á hana Maríu Björk en hún er komin með til sín góðan gest, hann Jón Georg fisksala. Hann hefur verið að selja fisk í stærstu verslanakeðjur Bandaríkjanna en verkfall sjómanna, það er að setja þetta í dálítið uppnám. Heyrum aðeins meira um það eftir smástund.